Já, ágætu vinir. Við erum ennþá í yfirferðin okkar æsku þessa manns. Við erum svona að ná áttum hvað þar var að ske. Mín æska auðvitað merkileg, en hún mín æska. Þín æska var ef til vill og sennilega eitthvað öðruvísi, en samt margt sameiginlegt, eins og til dæmis það að bæði gengu við í skóla og sumir jafnaldrar fóru nú í sveit og svo framvegis og þannig að þetta ekki allt alveg tyst og bast í öllu, en misjafnt svona hvað menn reyna og hvernig sagan sem að menn segja. Og mín saga sem sagt góð og ég nú reynt að koma henni til skila hér og þetta sönn saga, kannski þín saga erfiðari og ég ekkert að efast að hún sé neitt annað en sönn líka. Þannig það bæði gott og vont í þessum heimi og sumir eru lukkunnar fanfélagar og reyna ekki svo mikið þetta illa, en sumir eru bara að reyna það með beinum hætti. Nú erum við komin í ár sem heitir 1967 og það árið sem ég fermdist á. Og það ár var seinna sumarið sem ég fór í sveit sem drengur. Þá býðst mér pláss á bæ sem í Ölfusinu. Og það var smá kunningsskapur ekki hjá mér heldur manni sem var með hesta og ég var svolítið að umgangast á þessum tíma. Og hann var með 2 hesta og fóðurum fyrir þennan mann á þessum bæ. Og ég held nú reyndar að hann hafi nefnt það við hann einhvern tíma þegar hann var þar hvort að ég geti ekki farið þangað til hans. Ég held að hann verið þannig sem það byrjaði. Og hann verður við þessu og það verður úr að ég ráðinn. Í fyrsta skipti sem ég fekk laun í sveit og sem ég fekk mánaðarlega laun. Og sem sagt ég hafði fengið lánaðan bíl bróður míns sem þá átti Ford Cortina, enskur bíl, hvítur að lit, 2 dyra. Sem sjálfur var farinn á síldveiðar á bát frá Hafnarfirði sem Ingvar Guðjónsson hét. Og þar borð sem sagt voru feðgarnir, faðir minn var kokkur og þessi ágæti bróðir minn háseti. Og annar bróðir minn sem sagt fékk lyklana af bílnum til að skutla mér í Ölfusið. Það var aldrei flott maður að fá far í bifreið í stað þess að fara í rútur og mann fannst nú alltaf leiðilegt að fara í þessu rútur. En gerði það ef annað var ekki fært. En ég slapp sem sagt við að fara í rútu í þetta skiptið, en ég held reyndar haustið að við nú komið heim í rútu, minni þannig, ég held ég hafa nú ekki verið sóttur. Og það einn góður dag í sólskini og blíðu sem við lestum bílinn og bróðir minn þessi Ekur og konana sem með og ég þarna aftur í og minnir einn bróðir minn líka og held ég 2 strákar sem að bróðir minn átti, segja það. Þannig að það var fullsetinn bekkurinn. Held að þeir hafa verið 2 synir hans sem voru með okkur og ég held líka að við höfum verið 2 bræðurnir, bróðir minn hafi verið með mér. Þetta svona eins og þetta svona óljóst svolítið en skiptir ekki máli. Að fara austur í Hveragerði á þessum árum fyrir 13 ára gamla gutta. Það var bara, manni fannst það bara löng leið að fara. Bara heillöng leið. Og kambarnir, það voru kambar nr. 2, ekki kambar nr. 1. Þeir voru svo sem nokkuð brattir en ekkert hjá því
sem að kambar númer 1 voru og sem voru svo brattir og illir yfirferðar að sömu fólki hraus hugur við að fara þá og það kom fyrir að menn og konur vildu frekar ganga þessa leið heldur en nokkuð tímann að sitja inn í einhverjum bifreiðum í þessum svakalega bröttu brekkum og svakalega miklu beygjum sem voru niður þetta fjall. Og maður heyrði sögur af því, ég held að þeir séu nú sannar, að fyrir að hafa komið þegar bíll var að fara upp kambana, að brattasta brekkan þar, hún kannski var svo brött að karbótorinn bara misti bensínið úr karbótótum og það drafst á vélinu og maður heyrði að sumir af þessum bílum hafi tekið á þá ráð eða bifreiðarstjórar þessar bíla hafi tekið á þá ráð að bakka upp. Já, kannski alla kambana, ég veit það ekki. En þetta voru náttúrulega bílar sem voru ekki eins fullkomnir og þeir eru í dag og menn, eins og alltaf áður, bara björguðu sér með einhverjum hætti. En þegar við förum þetta niður þessa kamba þá voru þeir í sjálfu sér ekki neitt mál. En þeir gátu verið svolítið brattir og miklar S-beygjur þarna og krappar og allt saman það og kambar númer 3 eru bestu kambarnir sem verið hafa og þeir eru mjög fínir. Auðvitað var þessi leið til þá en menn fóru ekki að kanna þessa leið en könnuðu þessa leiðir sem að fyrstu kambarnir voru á og hinir kambarnir sem voru við hliðina eru á og maður sér þessa kamba báða held ég eitthvað starf á þessari leið það finnst mér nú mjög trúlegt en ég bara man það ekki alveg hvernig það var. Nema hvað að við förum þessa kamba og þá hafði maður nú nokkru sinnum farið á, það var ekki málið. Ókst Þorlákshafnaveginn og beygðir af honum til vinstri svona eftir einhverja mínútna akstur frá afleggjaranum af Suðurlandsveginum. Og þar var sem sagt smá leggur sem að þú ókst framhjá Einubæ. Og svo næsti bær við fyrsta bæinn var bærinn sem ég var að fara á og þar var sem sagt beygðu við og ókum heimkeyrsluna sem var nú svo sem ekki neitt mikil og þar stóð þetta ágæta hús, ég held að þetta hús sé ennþá þarna, ég held það. Og það tekur á móti okkur Seppi sem geltir, eins og Seppa tamt sem að tala nú ekki ef hann þekkir ekki bílinn og þá geltir hann herra. Og ef ég man rétt þá hét hann Sámur þessi hundur, held það. Hann var orðinn nokkuð fullorðinn og svona ekki alveg eins sprækur eins og hann var þegar hann var yngri. En mikill hlaupagarpur, hljóp alveg svakalega hratt maður. Svona ef hann nennti því, hann nennti því nú ekki alltaf, en ef hann nennti því þá gat hann tekið alveg rosalega sprett í manni. Og ég hef nú svona sögu að segja honum svolítið skemmtilega. Við erum alveg prýðisvinir, ég og þessi Seppi. Hann Sámur gamli. Og ég sem sagt mæti þarna, kemur hitti bóndan og hann heilsa mér með virktum. Þetta var mikill heiðursmaður þessi bóndi og bara heiður að hafa fengið að kynnast honum. Það segi ég nú bara alveg við hvern sem er. Og hann var okkur afskaplega góður og það var oft mikið af börnum í kringum þennan ágæta mann og börnin drógu staðanum og hann er af stóra systkinaætt og systkinin voru svona að hafa góður samgangur á milli systkinanna og þau komu oft og ég held að þetta hafa nú allt þeir voru 2 bræðurnir og hitt voru systur og held að þau hafi verið 9 samtals systkinin sem hann tengdist þessi ágæti maður. En hann er orðinn einn þarna með búið og foreldrarnir báðir dánir en þau bjuggu þarna á undan og hann var faðir þessa manns var sérstaklega bóndi á þessum bæ og meðan hann var uppi. Hvenær hann tekur við þessi er ég ekki viss en þau eru allavega látin þegar ég er þarna, 67. Og
hann er alltaf að gefa okkur kaffi og alltaf með kleinur og alltaf til kleinur þarna. Ég veit ekki hvort að baka það sjálfur eða hvort að systur hans voru svona duglega við að baka kleinur og senda honum. Og við fengum kaffi, fólki sem kom með mér og ég hef verið eftir þegar þau fara og er þá bara komin í mína sveita vist. Og bóndinn fer með mig upp á loft, upp stigann, upp á loft og sýnir mér herbyggi sem hann segir að sé mitt yfir sumarið og sjálfur var hann í herbergi við hliðin á þessu herbergi og þegar ég kem þá er ég bara einn strákurinn en svo eitthvað viku seinna, hálfu mánuði seinna þá kemur strákur sem var ári yngri en ég og hann tengdist bóndanum og hafði verið svona viðloðandi alveg frá því að hann var bara barn og minnir þann og hann hafi verið þarna bara á sumrin alltaf og hann er þetta sumar með okkur og það verður ágætis vinskapur á milli okkar. Við erum ágætis vinir þarna og náttúrulega leikfélag og náttúrulega bara krakkar. Og þannig byrjaði þetta nú hjá mér. Vélavinnan var miklu meiri þarna og maður fékk að setja traktorinn alveg bara eins og maður vildi í raun og veru en ég verð nú alveg viðurkenna það og get nú alveg viðurkennt það að ég var ekkert laginn á þessar vélar á þessum árum en ég er það í dag og treysti mér í hvaða vélavinnu sem er í dag til sveita. Og það var bara ein skýring á því að maður bara hafði ekki fengið neina reynslu af neinum vélum. Ég var ekki á þeim stað í þessu að pabbi eða einhver í ættinni leyfði mér að keyra. Ég man eftir einu sinni þá var bróðir minn sem leyfði mér að keyra einhvern smá vegspotta. Það var eiginlega eina skiptið sem að ég ók bíl bara þangað til ég tók bílpróf 17-18 ára gamall. Þannig að maður hafði eiginlega enga reynslu af þessum traktorum. Ég var í sveit eitt sumar og þar settist ég raun og veru í fyrsta skipti á traktor og vissi ekkert traktor. Og eins og ég segi, ég stóð mig ekkert vel á þessum traktor af þessari ástöðu. Mér vantaði bara allar reynslu á þessar vélar. Og ég sem sagt kem úr þeirri sveit heim og er ekkert neitt að keyra eða gera neitt. Ég bara var á mínu reiðhjóli eða hvað þetta var sem ég var að nota. Og svo fer ég þarna í sveit og það er traktor og ég hef þá einu reynslu af vélum þar sem ég fekk í þessi nokkur skipti sem ég var á hinum staðnum. Þannig ég hafði eiginlega enga reynslu af traktor. En kem tilbaka frá þessu sumri miklu vanari en ekkert kannski góður á vélar. Ég held ég hafi nú ekki verið það á þessum tímum þó ég geti alveg sagt á sögu í dag. Ég er ágætis vélamaður í dag og bara til ég afsveg hvert sem er út í það að fara en þú ert náttúrulega að horfa á aðeins eldri mann en 13 vetra sem hefur auðvitað aflað sér reynslu á ýmsum sviðum sem var ekkert þá og það er ástæðan fyrir því að svona þessi vélakunnáttu mín og færni var ekkert mikil og það er bara eðlilegt mál því að þannig er það nú að við verðum öll að hafa þjálfun. Þegar ég byrjaði til sjós þá kunni ég ekki mikið til sjós en þegar ég hætti til sjós þá kunni ég allt til sjós sem ég þurfti að kunna. Þannig við þurfum að æfa okkur, við þurfum að fá reynslu. En hún kemur ef við stundum þetta og hvað það? Ég er sem sagt þarna er miklu meiri vélavinna sem ég þurfti að sinna. Og þarna voru tvær Massey Ferguson vélar, önnur var bensínvél og hinn var dísilvél, miklu nýrri og dísilvélin var búin ámokstustækjum sem var bæði skófla og heykvísl þannig eftir hvað þurfti átti við og bensínvélin, það var svona mín vél þetta sumar mér fannst miklu skemmtilega að gera hérna dísilvélin, það var svona miklu mýkri gangur í og miklu svona vinalegri og eitt af því sem maður gerði það var að keyra upp að bensíntanknum sem var þarna, það kom alltaf bíll úr bænum frá olíustöðinni og fyllti á tankinn sem þarna var og þetta þekkja nú allir og vita allir sem hafa verið í sveit að
bensínbíllinn kemur eða olíubíllinn kemur og fyllir á tankinn sem að vélarnar síðan nota til að drífa sig áfram, þannig að menn þurfi ekki að fara neitt langar vegalengdir eftir bensíni, það bara þarna í þessum tank. Og þetta gerði maður að morgni hvers dags þegar maður var að fara í einhverja vinnuferð á traktornum sem var svona sumavinnan. Og eins og ég segi, maður hafði ekki reynslu að þessu, maður þekkti þetta ekki, mann eftir því að kom fyrir nokkur sinnum tvisvar eða þrisvar að drapa á sér vélinn og maður klóraði sér bara í hausnum, vissi ekkert hvað það var að. Og þá var það bara bensínlaus. Og þetta þótti kallinu svolítið skrítið, ég var fattlaus og allt saman það, ég ber því bara við núna, það var ekkert að því, maður bara hafði ekki reynsluna sem maður þurfti, sem maður hefur í dag, en hafði ekki þá, en svo kom þetta auðvitað bara smátt og smátt. Kannski auðvitað og allt það, en þetta er líka reynsla. Þú þarft reynsluna. Og hana færðu bara þegar þú ert að sýsla við þetta. Og það tekur tíma að ná í reynslu. Og allt í lagi með það, ég sinni mínu starfi á þessum vélum, eins og við vorum að tala, það var svolítið mikil vélavinna og áður en svona svo bárum við á, ég var eitthvað í að bera á með ábyrgð dreifara með gamla laginu, það var bara við koldum og pókum ofan í þessa dreifara og fylltum eins og, ég man ekki hver dreifari tók, nokkra póka held ég ábyrgði og svo átti að bera á þetta tún og hitt túnið og maður gerði það, sinnti því og gerði það svo sem maður ágætlega eins og bara allast var til og enda kannski ekki mjög flókið verk en þó þurfti maður að vita aðeins til þess að geta gert það. Svo kom að því að fénu var hleypt á fjall. Ég minni það nú hann bara við rekið til fjalla, ég sá nú reyndar ekkert það. Og svo einhvern tímann í júlí, eða í júní, man ekki hvort var, kannski í júní, ég sagði að nú verið frekar júní en júlí. Ég held að ekki verið komið að slætti. Það byrjaði slátturinn þarna í júlí, held ég væri rétt með. Og við erum sem sagt, ég var reyndar ekkert í ég man ekki hvort ég smalaði, jú, kannski smalaði, ég fór nú einu sinni tvisvar á fjall að smala. Og ég sem sagt, við komum með féð heim og það er rekið rétt sem að tilheyrði bænum þarna á landareigninni og það hefst rúningur. Og þá er eiginlega bara, má segja, systkinahópurinn allur þar að hjálpa til við rúningarnar og makar þeirra. Og ég man ekki af hverju þetta var nema að við þurftum að spyrja, ég man ekki alveg hvernig aldur kindan kemur inn í þetta og af hverju við þurftum að vita það. Nema hvað við og náttúrulega vissum ekkert neitt aldur og sáum engan mun á þessu kindum, þær voru allar eins fyrir okkur. Þannig að við spurðum alltaf, hvað er hún gömul þessi? Og bóndinn hann leit upp og sagði, hún er 2 og 3 stóða strax, klökkur. Og svo var þarna einn sem var giftur einni systirinni, fínn kall og allt saman það. Og hann er orðinn svo leiður á þessu hrópum í okkur strákanum, hvað er hún gömul þessi? Og svo framvegis og ykkur á okkur hrópar, hvað er hún gömul? Þá rís kallinn upp á rúning og segir, hún er áttræð þessi maður. Það var alveg hundleiður á þessu öskrum í okkur. En hún var ekki áttræð, hún var eitthvað aðeins yngri. Og ég man ekki af hverju við þurftum alltaf að vera að þessu en gátum ekkert aldursgreind þetta. Og þarna kemur aftur af reynsluleysinu sem við vorum með. En fullorðna fólki sem var vant og alið upp í sveit að þetta var villst ekkert fyrir þeim. Ég man ekki af hverju þetta var, nema hvað að við bundum, við vorum í að ríja bara með handklippum, það var ekki til neitt annað þá, ekki svo í muni, það var ekki til neitt annað en handklippur og við allavega notum handklippur. Og við bundum í hornin á kindinni sem við ætluðum að fara að ríja, það var einn hverja kind. Og svo klippti maður niður eftir bakinu á henni, ofanverðum, og svo útróð bakinu til sitt hvora
niður sitt hvora síðuna og það svona náði alveg ágætis tökum á þessari rúningu, var ekki fljótur, ekki með við fljótustu menn, en maður var ekkert alveg rosalega lengi. Ágústinu voru alveg bara eins og að vænta mátti og maður fletti þarna af nokkrum rollum og þetta var stór hópur af fólki að ríja, þannig að kannski 15-16 manns, já með okkur krökkunum sem vorum þarna líka, þannig að þetta var stór hópur af fólki að ríja og við minnir það nú, ég held ég fari rétt með að við kláruðum rúningin senn á þessum degi, þetta var yfir á laugardegi og þá gat fólki komið úr bænum, þetta var náttúrulega allt vinnandi fólk og það kom úr bænum og var farið í þessa rúningu. Þetta var svona undanfari heiskaparins og svo þegar var búið að fara að reka féð aftur til fjalla að þá, já við tíndum þetta í poka og stregapóka, ullina og hún var send í Álafossverksmiðjuna, líklega í Mosfells, í Mosfellssveit. Það sem að Álafoss var hérna í eina tíð. Og þar var þetta unnið og ég veit ekki hvað mönnum var að borga fyrir þetta, en eitthvað fenguðu borga fyrir þetta, það var nóg til þess að þeir sá ástæða til þess að fara þessa leið. Og Álafoss vann lopan og úr þessu, það sem að verksmiðjan var kölluð til að gera. En við aftur á móti sem sagt göngum frá, förum með féð og fjall og svo einhverju seinna þá hefst sláttur. Og ég sá ekki sláttinn. Þetta var svona ekkert barnaverkfæri að vera slá með þessum orfum, vélarorfum. Við vorum kannski ekkert getnustu mennirnir og ég er alveg sammála því að þetta er ekkert barnaleikfang að vera þarna. En ég held samt að ég hafa nú einhvern tímann slegið allavega einhvern dag part. Hann þurfti held ég að bregða sig frá og bað mig að slá og ég man alltaf eftir því að hann sagði að ef eitthvað gerist þá drepur á vélinu og hreyfir ekki til hann búið að drepa á vélinu og það gat hann þurfti að stoppa, lyfta ljónum og hreinsa úr gras sem hann var svona eitthvað farið að þvælast þarna fyrir og hann sagði ef að þetta gerist þá drepur á vélinni og þú ferð ekkert í þessa ljá fyrir en allt er orðið dautt. Og ég held nú reyndar ég að einu sinni þurfti að gera þetta því að ef að það safnaðist eitthvað fyrir í þessum ljám þá urðu þeir eiginlega bara óvirkir, slófu ekki vel. Þannig það var ekkert annað að ræða en að lyfta og drepa á og fara svo að hreinsa þetta úr þegar allt var orðið dautt og kjurt. En svona í 99% tilvika sló bóndinn sjálfur. En eftir á móti ég var í að snúa heyinu og raka saman í múa og allt saman það. Og held að mér hefði farið það alveg ágætlega á hendi en allavega gerði ég þetta. Og svo kom að því að þegar var búið að múa þetta og þá kom dísilvélin með tindum á núna, kvísl eins og það heitir, og ýtti saman múunum og bjó til sátur. Og túnið var sem sagt þakið sátum eftir sem sagt vélina. Og sáturnar voru lagaðar til, búnar til, þetta var svona ákveðið lag við að gera sátu og hún var löguð til og gengi frá henni alveg eins og vera ber og setti yfir þetta, svona þegar fór á kvölda þá var settur yfir þetta strigi til varnar. En heyskapurinn, hirðingin gekk með þeim hætti til að heykvíslin á vélinni, hún fór undir sátuna, lyftin upp í heilu lagi og vélinni var ekið að heivagninum sem við segjum að ég kannski kom með, segjum það, og var sturtað á
á pallinn sem að flutti á heyvagninu, heitir það vist. Þetta var svolítið sniðug aðferð og ábyggilega mikill léttir og mikil framför að gera þetta með þessum hætti, að taka heysátur sem að, ég veit ekki hvort það fóru 3-4 heysátur á vagn, þá var það fullur, allavega kannski 5 heysátur í það mesta. Og þá sem þetta var komið að mér að keyra vagnin heim og reyna að bakka að, ég var nú klauður við það. Þess að ég segi, maður hafði svo litla reynslu af þessum vélum, þannig séð, en þetta kom svona, var alltaf að koma meira og meira. Og kallinn, hann þurfti nú stundum að bakka og kannski bakkaði hann oftast nær að, ég treysti mér ekki í það. Á vagninum var spotti undir heysóknunar og hann var tekinn framfyrir, og svo þegar við komum í hlöðuna, þá voru endarnir teknir saman og það var búin til, það var hertað og búin til hnýtt fyrir, og þegar það var búið að hnýta fyrir, þá var vír dreginn eða spotti dreginn sem var kjör og hann náði í gegnum hlöðuna upp í loftið, og þar náði hann í gegnum hlöðuna og þessi spotti hnýttur í hinn spottan, og hinum yfir hlöðuna var jeppi, gamall jeppi, rússneskur jeppi, rússajeppi, þú kannski manst eftir honum, og hann var til og í fínu lagi, ekkert notaður eða lítið notaður. Hann var notaður í að draga af vagninum heybunkan, og svo keyrði hann inn, tók hann í hinum inn og það strektist á og heyið dróst af vagninum og stoppaði í miðri hlöðu, þar sem hann þurfti að róta úr úrinum, og það lenti oft á mér, okkur, eða mér allavega, að róta úr þessari heystæðu inn í hlöðunni til beggja hliða, til þess að koma inn meira. Það var svona smá vinna, en ekkert ógerlegt verk, og þetta var svona hluti af þessu öllu saman. Á þessum árum er ég nýfermdur og fékk þetta fermingargjafir, og eitt sem ég fékk var útvarpstæki, forláta útvarpstæki. Ég var svo nískur á þetta útvarp að ég tímdi helst ekki að nota það, var svo flott. Og gerði það, var alltaf í kassa upp í glugga bara, maður geymdi það þar, tímdi aldrei að nota þetta. Nema einu sinni þá erum við sendir, ég og þessi ágæti hinn strákur í sveitinni sem var þarna með okkur. Við erum beðnir að fara upp að girðingunni sem lá við veginn, sem bifreiðarnar óku eftir niður að þessum bæjum. Það voru ykkur 5 eða 6 bæir þarna við þennan legg sem við beygðum út af Þorlákshafnarveginu til vinstri, og hann náði þarna niður til svolítið, en ég ætlaði ekki verið svona 6 bæir við þennan legg, og það er girðing á landareign bóndans í Vanhjá sem að þurfti að laga, og við erum sendir í það með lykkjur og hamra og tól sem við þurftum, og ég tek í þetta skiptið, kannski eina skiptið, eða kannski ekki alveg eina, og með þetta útvarpstæki mitt því ég tímdi aldrei að nota, og ég man eftir því að við náttúrulega stillum á Ríkisútvarpið, það var ekkert annað útvarp, og þá hefur verið að spila þátt sem þú manst kannski eftir og hét Lögin við vinnuna, og það kenndi ýmsa grasa og gast átt von á nýjustu lögunum þar og öllum pakkanum bara. Og þá er plata komin út sem ég fannst nú áhugavert að heyra við getum rétt ímyndað. Það var St. Pepper's Lonely Hearts Club Band sem þá var nýjasta plata Beatlanum. Hún kom út held ég í júní 1967, og þá er ég búinn að vera á þessum bæ í einhverja vikur. Og það vill svo til að ég heyri, held ég örugglega fyrsta skipti sem það spilað á íslenska og íslensku útvarpi, lagið Help for my friend. Þú maður settur þessu lagi Ringo Starr syngur það, og ég heyri það í fyrsta skipti þarna við þessa girðingavinnu.
og lagið minnir mig alltaf á hana. Ef ég heyri þetta lag ennþá dag í dag, þá man ég eftir þessari girðingavinnu með þessum ágæta vinum mínum. Svona geta lög grefst í hjartan hans. Að vísu á ég ekki margar sögur svona, en ég á þessa sögu og get sagt aðra til. En svona eftir að maður eldist þá einhvern veginn eru þessi lög ekki svo greft í manni. Þetta eru svona moment sem mann að því manni fannst þetta atvikið svolítið stórt. Og þetta er svona eitt af mínum uppáhalds Beatla-lögum, því ég á nú mörg reyndar góð Beatla-lög sem eru greft í mann. En sem sagt, við kláruðum þetta og man ekki eftir fleiri lögum sem ég heyrði, menn það var spiluð þarna einhver lög fleiri auðvitað, þetta var þáttur. 2 tíma þáttur minn mig og við klárum þetta og þetta lag hefur fylgt mér síðan. Eitt var það sem er svolítið eftirminnilegt líka, að margt er eftirminnilegt, að það áttu til að koma kindur á engjarnar og það var talsverður spotti niður á þessum engjum. Og mér alveg bara nóg og það er svona að kallinn fór í herbyggið sem að vísaði niður að þessum engjum með kíkirinn. Hann kíkti eftir kindunum þar og sagði, er komið ráð. Og þetta fara og reka út kindurnar, það eru komnar hann í túnið. Og ég var að fara náttúrulega að hlýti því. Og svo fattaði ég það að hundurinn Sámur, latur og gamall, að hann fylgdi mér alltaf, já. Hann fór alltaf með mér. En það er ekki neitt að sigun. Hann bara lagðist niður ef maður ætlaði að sigun, hann nefndi sko ekki að voru að laupa. En ég sá við honum. Með þeim hætti að ég vissi að kleinum inn í búri, alltaf kleinur til á bænum. Og hann var alveg vitlaus í kleinur, hundurinn. Hann gekk fyrir kleinum, þannig að ég stakk nokkrum kleinum í vassan. Og svo fór ég út og hann náttúrulega fylgdist það með mér. Svo veifaði ég kleinu fyrir augunum á honum og ding, þá var vinurinn upp og ég gaf honum hana. Og svo, þetta var svolítið spott að fara eins og ég var að segja það. Og hann fylgdi mér. Og hann var nú sniðugur líka. Og svo átti hann til að leggjast bara niður á leiðinni. Og þá stakk ég hendi í vasa og veifaði honum kleinni og þá kom hann alveg á harða hlaupum. Og ég gaf honum kleinina og við héldum áfram. Og svo komum við niður á engið og þar voru kind með lömb, eða tvær kindur kannski með lömb og ég veifaði og sigaði einum og þá tók hann hennar svakalega sprettmaður. Hann var svakalega sprettaröður þessi hundur, þó gamall væri og lúinn og gíktu ykkur og allt hvaðina. En þetta var svona kleinuhundurinn minn eftir það. Við fórum alltaf saman og hann gekk fyrir kleinum eins og hinn daginn og átti að til að leggjast bara á götuna og það þýtti ekkert að kalla á hann. En kleinan lokkaði hann. Þannig að ég gæti ekki farið nema með kleinu, ég náttúrulega vandan á þetta. En og ég læddist alltaf inn í búr. Ég sá nú hann að vita að ég gerði þetta. Ég veit ekkert um það, talaði ekkert um það. Og svo kannski átti ég eina sjálfur. En hinn hundurinn fékk restina. Heimleiðinni þá var náttúrulega hann búinn að vinna og ég held að ég ekki þurft að mata hann á kleinum neitt á bakaleiðinni. Getur samt verið að ég hafi gert það, en ég held að hann hafi ekkert lagst neitt niður á bakaleiðinni, hann vissi að vinnan sín var búin. En svona fóru við félagarnir að þessu. Það var skemmtilegt. Og svo líður og býður og þetta heldur allt saman áfram og við förum í sting út og svona, þetta er þessi sveitavinna. Og heyskapurinn, hann var svolítið strembinn heyskapurinn. Það verð ég að segja, hann var að vakna snemma á morgnana
og það var oft unnið alveg bara fram eftir öllu kvöldi, 10-11 og meðan þetta gekk yfir. Og þegar við vorum, hann átti landareign svolítið frá þessari svona jörð, þar var önnur eign sem hann átti og það var svona engjasláttur og við fórum þangað og þá held ég að við höfum bara tekið með okkur bara allt nesti, eða hvort við fórum heim í mat, allavega við höfðum með okkur nesti og það var ekkert farið þaðan, ég held að það hefði verið bara matur og allt saman, það var ekkert farið þaðan bara fyrir að dagsverki loknum og þá var klukkan kannski farin að ganga 11. Þetta skemmdi mig ekki neitt þó að veri talsvert mikil vinna og á þessum árum er mikil vinna oft til sveita og það er reyndar ennþá þannig að það er oft mikil vinna til sveita. Og svona líður sumarið. Útvarpstækið mitt var í kassanum megnið af tímanum að ég tímdi aldrei að nota það. Einhvern var spurði kallinn mig að því, af hverju notar aldrei útvarpið til ykkur? Fína útvarp, það er alltaf í kassanum. Hann tók eftir ýmsu. Þetta var mikill vinur minn, það get ég alveg lofað ykkur. Og allt í lagi með það, svo kemur að síðasta deginum. Og ég átti að fara bara, ég síðasta deginum, morgun að morgni síðasta dags. Og ég er búinn að pakka öllu saman og hann kemur með launin. Sem sagt 4 mánaða laun, 3.000 skall á mánuði, þetta var eitthvað 10-12.000 krónur sem ég fer með í vasanum. Hann sem sagt kemur með peningavöndul, stingur honum í brjóstvasa skyrtunu sem ég verið á og svo setta nælu yfir. Hann sagði, ég ger þetta til þess að þú tínurist ekki á leiðinni. 10-12.000 krónur þessum mánuði, þetta voru talsverðir peningar. Og ég var nú, ég ætli ég ekki bara talist svona þokkalega efnaður þegar ég kom heim, ég hugsa það nú. Ég man ekkert hvað ég gerði við þetta, maður svo snöggur að eyða þessu. En þetta var þarna. Þetta voru fyrstu launin. Ég tók aldrei neitt út allt sumarið. Ég man ekki til, nei, ég tók aldrei neitt út allt sumarið. Svo fekk ég bara allan skammtinn þegar ég fór. Og hann gerði þetta með þessum hætti, hann kom með launin, vaf þeim saman, stakk þeim í brjóstvasann, nældi fyrir með nælu og sagði mér, þetta ger ég til þess að tryggja að þú tínurist ekki. Og allt í lagi með það, svo kom ég bara heim. Með allar mínar góðu minningar frá þessari sveitadöl og já, þetta var góður tími. Ég er ekki að segja þetta gott og ég trúi því að við öll höfum haft einhverja gleði og ánægju að heyra þetta. Þetta tilgangur ekki annan, en þetta er partur minnar sögu. En ég veit ekki hvað ég get tekt þetta lengur, en ef mér dettur eitthvað í hug og mann eftir einhverju skemmtilegu, þá læt ég það bara vaða. Ég segi þetta gott í dag og Konráð þakka fyrir sig.